Við höldum áfram fundi í borgarstjórn Reykjavíkur og höldum áfram umræðu þriðja lið, umræðu Úlfarsárdal, styrkleika, áskoranir og tækifæri. Borist hefur tillaga sem óskað hefur verið eftir að tekin er á dagskrá með afbrigðum og við skulum ganga til atkvæða afbrigðin. Við biðjum fólk að ganga í salinn. Ekki fleiri borgarfulltrúar á leiðinni í salinn? Heiður? Já, takk. Þá allir komnir í salinn og við göngum til atkvæða afbrigði. Þau sem samþykkja að taka tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks á dagskrá gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Hún er felld með 9 atkvæðum gegn 6. Þá höldum við áfram umræðunni og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við vitum með Úlfarsárdal að það hverfi, það hefur styrkleika. Við stöndum líka frammi fyrir áskorunum og þar eru einnig mörgu tækifæri. Það þarf ekki að vera óðurlegt út af fyrir sig að skoðanir séu skiptar hér í borgarstjórn uppbyggingu hverfisins, þessa nýjasta hverfis Reykjavíkur. Oft hefur það verið svo að skoðanir hafi verið skiptar uppbyggingarhraða einstakra hverfa og tekist á það í borgarstjórn. En yfirleitt hefur þó verið þannig að flestir borgarfulltrúar hafa borið hag viðkomandi hverfis fyrir brjósti og þeir telja rétt að standa við samkomulag, ef samkomulag hefur verið gert við íbúa ákveðna þætti sem snúa að viðkomandi hverfi. Og maður hefur fylgst með því hér í dag, umræðan þetta hverfi, að miðað við hvernig borgarstjóri hefur talað, þá er engu líkara en að hann hafi einhverju leyti samviskubit gagnvart hverfinu og gjörðum borgarstjórnar á síðustu árum gagnvart því, ætti ekki að koma óvart. Maður sér hvernig hann hefur brugðist við ræðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks með útúrsnúningum og með því að gera mönnum skoðanir eins og var rætt hér áðan. Og það er miklu frekar pólitískur skollaleikur heldur en málflutningur okkar sjálfstæðismanna sem hefur snúist það að þetta hverfi verið byggt upp á myndabrag og staðið við samkomulag sem hefur verið gert við íbúa. Var þessi umræðu áðan að úthverfi séu tölu niður, þá auðvitað vill lengi borgarfulltrúi kannast við að gera það. En ég vil þó segja að í því aðalskipulagi sem nú gildir og allir umræðan í kringum það,
þá var ákveðin orðræða í gangi sem töluðu niður úthverfi, til dæmis það að það mætti ekki byggja fleiri úthverfi í Reykjavík og svo auðvitað með þeirri gjörð að ákveða að tóna niður íbúabyggð, íbúafjöldan sem áður hafi verið ákveðin með ákveðnum rökum. Það náttúrulega snerist það að íbúum þessara hverfa fannst að allir þeirri umræðu væri verið að tala niður hverfið þeirra. Og þær ásakanir hafa ekki komið úr borgarstjórn, þær ásakanir hafa miklu frekar komið frá íbúum eins og borgarfulltrúar hafa fylgst með. En hins vegar að því að borgarstjóri tók upp frasa hérna áðan sem þennan frasa, með leyfi forseta, alls konar borg fyrir alls konar fólk. Það bara fínn frasi sjálfur sér, en hins vegar þessi frasi kannski þannig að það getur hver skilaði með sínum hætti. Ég get alveg tekið undir þennan frasa, en ég legg þann skilning í alls konar borg að borgin eigi að tryggja sem mestu val fyrir sína þegna, og ef borgin í þeirri stöðu á annað borð eins og Reykjavík að geta boðið ólíkar lóðir. Við getum bæði boðið lóðir í grónum hverfum, þá út frá þéttingu byggðar sem bara mjög jákvætt í sjálfu sér, en við getum líka boðið lóðir í úthverfum eins og Úlfarsárdal, og það líka jákvætt. Athuga það, borgarfulltrúar góðir, að við erum ekki að tala um eitthvað nýtt hverfi. Úlfarsárdalur, Úlfarsárdalskverfið og Grafarholt, það er að tala um þetta nema nefna bæði þessi hverfi, að þessi hverfi eru risin, og aukning byggðar í Úlfarsárdal þýðir í rauninni þéttingu byggðar. Ég held að allir borgarfulltrúar séu hlynntir þéttingu byggðar. Svo er það spurning um aðferðafræðina. En við vitum það, við þekkjum það bara hér í gamla bænum, að þétting byggðar verður oft ekki tekin út með sældinni. Flestir íbúar borgarinnar eru hlynntir þéttingu byggðar, en margir þeirra ekki í sínu hverfi. Þeir vilja byggja sér þétt annar staðar, en þeir mótmála rís upp afturhalduna þegar á að byggja þeirra hverfi. Við erum svo heppin hins vegar þarna í Úlfarsárdal að íbúar þar og íbúarsamtökin, þau og íþróttafélög og fleiri, þau biðja beinlínis að byggja sér þétt í hverfinu. Þau vísa til þess að þegar að hverfið var upphaflega skipulagt, þá var þar gert ráð fyrir mjög þéttri byggð. Og ég man ekki betur en að stóru línurnar í þessu hverfi, þar hafi verið lagðar fyrir 10-12 árum. Ég man ekki betur en að þá hafi Dagur B. Eggertsson, núverandi borgarstjóri, verið formaður skipulagsnefndar eða skipulagsráðs, og hann hafi miklu leyti dregið þennan vagn. Stýrði mjög umfangsmikilli vinnu sem þar fór fram á vegum borgarinnar, og ef ég man rétt þá var þegar stóru línurnar voru dregnar og þetta hverfi kynnt, þá var það gert á fyrir 25-30.000 manna byggð. Og ég man eftir hreyknum formanni skipulagsnefndar sem kom oft fram í fjölmiðlum og kynnti þetta stóra verkefni, síðustu suðurhlíðarnar í Reykjavík og svo framvegis. Allt satt og rétt, og greindi frá mjög metnaðarfyllri uppbyggingu sem væri væntanleg. Og ég man vel eftir á sínum tíma, því að við sátum hér báðir í borgarstjórn þá, að það var farið yfir, það var mikil vinna í gangi varðandi þetta, snerið að skipulaginu sjálfu, snerið að umferðarskipulagi og svo framvegis. Núna kemur sami maður og stýrði þessari skipulagsvinnu. Nú stígur hann hér fram sem borgarstjóri og segir hér áðan: galið og ábyrgðarlaust borgarskipulag, alveg úr tengslum við raunveruleikann. Ég verð að segja að ég kann að meta hreinskilni, en ekki átti ég von á að borgarstjórinn, að Dagur B. Eggertsson myndi gefa eigin verkum frá þeim tíma að hann var formaður skipulagsráðs, gefa þeim þessa einkunn. Galið og ábyrgðarlaust, alveg úr tengslum við raunveruleikann. Hins vegar við hefum skipti borgarfulltrúar það var reynt að sannfæra okkur á þeim tíma, og margir litur sannfærast um það að þetta væri ekki út í hött, það væri hægt að byggja svona stórt hverfi þarna austur frá. Hins vegar kom í ljós þegar var að byrja að selja þarna lóðir að margir þeir sem keyptu, þeir runni töldu sig þurfa að kaupa, þetta voru einu lóðirnar sem voru þá til sölu í Reykjavík, og
þeir gerðu athugasemdir við skipulagið, þeim fannst þetta vera allt of þétt byggð og kannski full mikil þarna upp frá og fyrirmyndin að þessu hverfi var sagt vera sko Þingholtin ekkur leyti, menn ætlaði að reyna að ná sömu þéttingu og í Þingholtunum. Þannig að byggðin var mjög þétt, stutt á milli húsa og svo framvegis, fá bílastæði. Þannig að íbúarnir sjálfur óskuðu eftir því, sennilega svona 2005-2006. Þá óskuðu íbúarnir sjálfur eftir því að það yrði aðeins dregið úr byggingamagni þarna og haft aðeins rýmrað lóðirnar. Og það mál var kannað og kom í ljós að yfirgnæfandi meirihluti íbúa vildi hafa lóðirnar kannski aðeins stærri, vildi eiga þess kort, vildi hafa aðeins lengra á milli húsa, vildi hafa smá garð í kringum húsið sitt, vildi hafa 2 bílastæði og svo framvegis og ég man eftir einhverjum rýningum á sínum tíma sem var gert ráð fyrir því að ef menn ætlaði að selja lóðir hérna þá var réttar að hafa það þannig. Þannig að þegar nýr meirihluti tekur við 2006 þá farið að endurmeta allt saman, endurskoða skipulagið. Ég má vel vera að sú vinna hafi verið byrjuð áður en sá meirihluti komst í valda, en niðurstaðan var sem sagt sú að draga úr þessari þéttu byggð sem þarna var og fara rauninni eftir óskum íbúanna. Þáverandi meirihluti vann í þessum vanda, það var hlustað á íbúa og einhvern tímann í þessu ferli, ég held að það hefði verið á þessu kjörtímabili 2006-2010, það sem það var nýtt skipulag og dreig úr þessari þéttu byggð og jafnframt dregið niður í hverfinu sem slíku og þá var ekki lengur talað 25-30.000 manna byggð, þá var talað 15-18.000 manna byggð og eftir því sem mann það voru allir sáttir, íbúarnir voru sáttir við að á það var hlustað. Þetta var gert í samráði við íþróttafélagið og fleiri og menn voru mjög sáttir, en ég man eftir því að það var sagt á sínum tíma bara þetta gott mál, en það má ekki hins vegar fara niður fyrir 15.000. Sem sagt 15.000 manna hverfi forsenda þess að margvísleg þjónusta geti þrifist í hverfinu og ég man að Framarar og íbúasamtökin héldu þessu fram á sínum tíma, sögðu að það verið til bóta að draga úr þessu mikla byggingamagn sem hafi verið upp undir 30.000 manns, en vildu fá einhvers konar vilyrði fyrir því að þetta færi ekki undir 15.000 og það var gefið á þessum tíma og ég held að ég geti til gamans vitna hérna í mann sem var framalega var í aðalstjórn Fram á þessum tíma og hann heitir Stefán Pálsson, sagnfræðingur, og hann skrifaði á vegginn sinn í síðustu viku með leyfi forseta. Þarna var hann að gefa komment á þá frétt að það ætti endurskoða skipulagið með það í huga að fjölga íbúum frá því sem nú áætlað og hann gefur sér þessa einkunn: skynsamlegt, með leyfi forseta, skynsamlegt þegar ég var í aðalstjórn Fram í gamla daga, það er sem fyrir 10 árum, þá sögðu fulltrúar borgarinnar að það eina sem mætti alls ekki gerast varðandi Grafarholt og Úlfarsárdal að láta íbúafjöldan stoppa í einhverju svipuðu og Árbærinn. Hverfið yrði að vera nógu stórt til að standa undir innviðum eins og heilsugæslu, framhaldsskóla, bókasafni og svo framvegis. Síðan var ákveðið að skera niður í nákvæmlega þann fjölda. Gott að það eigi að vinda ofan að þeirri ákvörðun nú. Þetta voru hans orð, hann auðvitað bara að lýsa sinni upplifun á því sem var sagt hérna þessum tíma, en ég held að þessu upplifun hafi nákvæmlega verið rétt vegna þess að ég man svolítið eftir þessum samtölum. Og ég skil Framara mjög vel, ég skil aðalstjórn Fram mjög vel og þau sjónarmið sem hafa komið fram í bréfi sem aðalstjórn Fram sendi til borgarinnar 18. september. Það sem kemur fram auðvitað að það var leitað til félagsins, það var óskað eftir því að Fram, mér hann sagt að þeir sem hefur leitað til félags á sínum tíma hefðu verið Dagur Bjargeirsson og Alfreð Þorsteinsson borgarfulltrúar, leitað eftir við félagið að það flyttist í Úlfarsárdal til þess að þjóna nýju og vaxandi hverfi Grafarholts og Úlfarsárdals og það var auðvitað fengið, það voru ákveðnar forsendur sem voru fyrir því að það féllst á að flytja og það voru þessar forsendur að hverfi ætti að vera ákveða stærð. Öflugt íþróttafélag langar auðvitað ekki til að flytja í hverfi það sem eiga bara að búa í kringum 8.000 manns, það segir sig sjálft. Það er svona skiljið mjög vel sjónarmið Fram og íbúa í Úlfarsárdal þegar þeir segja að það sé einhvers konar svika að ræða og svika fyrirheitum þegar að meirihluti borgarstjórnar ákveða síðasta kjörtímabili bara upp að steindæmi að ákveða
draga niður í byggðinni þarna og þess vegna mjög æskilegt að byggð verði aukin þarna ný. Þessi tillaga sem við fjallaðum, hún var samþykkt samhljóða einróma í borgarráði síðustu viku, svo má vel vera að sínum augum líti hver þessa tillögu. Meirihlutinn lítur eftir til þess að fjölga íbúðum í Úlfarsárdal með því að auka við fjölbýli innan núverandi hverfis, en minnst kosti við sjálfstæðismenn horfum til þess, bara þannig að það sé ljóst, við horfum til þess að stækka hverfið. Hugnast það ekki við fyrstu sýn að fara að auka eða stórauka fjölbýli innan núverandi hverfis, heldur að taka aðra hluta hverfisins sem hefur verið gert ráð fyrir byggður upp og staðið við gömlu fyrirheitin að byggja þar upp og fjölga þannig í hverfinu. Það er auðvitað þessu sjónarmiði hafa íbúasamtökin og Fram haldið fram árum saman. Maður heyrir hér borgarstjóra skjóta föstum skotum á knattspyrnufélagið Fram, félagið sem hann óskaði eftir fyrir 10 árum að kæmi í dalinn, en mér skilst að meirihlutinn hefur ágæta menn innan Fram. Ég man ekki betur en Skúli Helgason borgarfulltrúi hafi verið í aðstjórn Fram til margra ára og einn maður nátengdur meirihlutanum, Hermann Valsson, varaborgarfulltrúi eða á lista Vinstri grænna, hann held ég núna í stjórn Fram, gott ef ekki gjaldkeri. Þannig að ég vona að þessir tveir ágætu menn þeir geti komið fyrir borgarstjóra vitin í þessum efnum, og ég held að skilja engu að borgarstjóri sé hér að skjóta á þetta félag sem í raun bara að reyna að reka sig og uppfylla þær skyldur sem það skuldbatt sig til að vera með öflugt starf þarna í dalnum. Og þess þá heldur ætti að vera hvatning fyrir borgina að bjóða upp á fleiri lóðir hérna í dalnum. Það vantar lóðir í Reykjavík, það vantar húsnæði og við viljum að hverfið séu sjálfbær. Það er ljóst að Úlfarsárdalur og Grafarholt verða tæplega sjálfbært hverfi nema að það sé töluvert auki við byggðina. Og það má nefna það að við erum að fara að reisa afar dýr mannvirki í Úlfarsárdal. Það er talað það er fyrsta skot út í loftið, það er talað um 10 milljarða króna mannvirki, skóli, sundlaug, menningarmiðstöð og íþróttamannvirki. Ekki í vafa að þar eru byggt upp að miklum metnaði eins og flest allt sem borgin byggir, en auðvitað má færa góð rök fyrir því að með því að stækka hverfi, fjölga þar íbúum, þá nýtist þessi mannvirki enn betur heldur en er ljóst með við 8 eða til 10.000 manna hverfi, og það getur munað það. Þannig að það er ekki annað hægt að segja en að það sé ýmislegt að gerast í málum Úlfarsárdals og það er bara gott. Ég held að það hafi verið mjög gott í síðustu viku að rjúfa með einhverjum hætti kyrrstöðuna sem hefur verið þarna varðandi uppbyggingu í hverfinu, og borgarfulltrúar og meirihlutar hljóta af heyrt frá íbúunum eins og ég að íbúar eru mjög ósáttir við þá ákvörðun sem var tekin þarna 2012 að draga svona niður í hverfinu frá sem var ákveðið, vonandi bara horfum tilbaka. Það er auðvitað ekki til hendi með það, endurskoðun skipulags er að hefjast, en einmitt þess vegna væri mjög skynsamlegt að halda núna upplýsinga og samráðsfund fyrir íbúa í Úlfarsárdal og Grafarholti þessa framtíðaruppbyggingu. Ekki herra borgarstjóri til þess að greina út í hörgul frá fyrirætlunum borgarinnar, heldur miklu frekar til þess að hlusta á íbúana og heyra hvað þeir hafa fram að færa. Það veit nefnilega svo til að við borgarfulltrúar erum flestir með nokkur skilningavit og okkur hefur stundum verið hlegið á hálsi fyrir það að tala of mikið, en stundum förum við líka á fundi og reynum að hlusta á fólkið og þeir fundir skil oft miklu meiru. Ég held að það verið mjög hollt fyrir okkur borgarfulltrúana að fara hérna austur í dal, fara hérna í dalinn og hitta íbúana á slíku fundi, hlusta á raddir þeirra, hvað þeim finnst varðandi uppbyggingu hverfisins og heyra hvað þeim finnst vegna þess
mjög margir íbúar þarna eru mjög vel heima í skipulagsmálum, þekkja mjög vel til skipulagsins og vita nákvæmlega hvað þeir vilja. Ég held að það veri mjög góð byrjun á skipulagsvinnunni á slíkur endurskoðun að hitta íbúana, hitta fulltrúa íþróttafélagsins íbúana, bara hinn venjulega manni í hverfinu, sjálfsögðu opinn fundur og heyra hvað þeir hafa fram að færa. Því miður þá þegar Sjálfstæðisflokkurinn lagði síðast til að það haldinn íbúafundur þannig í hverfinu, það var í desember, þá var mikill pólitískur skollaleikur í gangi vegna þess að þá kaus meirihluti Samfylkingar og Bjartrar framtíðar að vinna sínar tillögur án samráðs við íbúa og svo var þessu bara dæmt, íbúinn var bara tilkynnt þetta á forsíðu Fréttablaðsins í byrjun desember 2012 held ég og íbúar voru mjög reiðir, þeir fengu bara upplýsingar um fjölmiðla, þeir vildu fá fund þar sem þá var sem sagt búið að vinna tillögurnar. Nú Sjálfstæðisflokkurinn lagði fram tillögu að þá var haldinn fundur og það tók ég við mann rétt rúma 3 mánuði að halda fundinn. Og svo ég mann rétt þá var einhvern veginn fundurinn þannig, hann var einhvern veginn þannig, hann var svona ofhlaðinn ræðumönnum frá borgarstjórn, það var alveg búið að teikna fundinn þannig að sem mestur tími hans færi í að láta opinbera embættismenn tala á fundinum. Þannig að ef ég mann rétt þá voru framsögumenn sem borgin skaffaði að mestu leyti, þeir töluðu 1,5 tíma, svo var gert ráð fyrir að fólk fengi 20-30 mínútur í athugasemdir eitthvað slíkt Þannig, við Sjálfstæðismenn erum ekki að tala um að halda þannig fund, við Sjálfstæðismenn erum að tala um að halda fund þar sem meirihluti tímans verði nýttur í að hlusta á íbúana og hvað þeir hafa fram að færa. Síðan getum við borgarfulltrúarnir farið heim og velti fyrir okkur hvernig við að taka þessa endurskoðun og sjálfsögðu þegar að fyrst áfanga henni lokið væri ágætt að halda annan fund. Borgarstjóri verður átt að segja því að hann getur ekki endalaust í málefnum þessara hverfa verið í hlutverki þess bara sem ákvör og svo kemur hann á tilkynni þegar hann tilbúinn með tillögur. Það mjög æskilegt að hann ásamt okkur hinum borgarfulltrúnum séu hitti íbúana miklu oftar en gert og hlusti á það hvað þeir hafa fram að færa. Þess vegna skora ég á meirihlutann að samþykkja tillögu okkar Sjálfstæðismanna íbúafund og helst halda hann í þessu mánuði eða bara sem fyrst eða í byrjun næsta mánaðar miðað við alla þá fundi sem borgarstjóri fer á og lætur sjónvarpsmyndavélar elta sig þangað og leggur mikið upp úr því að koma þeim fundum í fjölmiðla, þá ætti varla að vera óætlan að bæta einum fundi við að þessu leyti. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Hildur Sverris, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson þá næstur á mælendaskrá. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Þessi liður í borgarstjórnarfundunum fjallar áskoranir og tækifæri og styrkleika í Úlfarsárdalnum og ég er viss að tækifærin eru mörg og styrkleikarnir líka og það felst kannski helst í mikilli nálægð við einstaka náttúru í einstökum dal austarlega í borginni og utarlega og það eins og hefur komið hérna fram að þá stendur hérna mikið til. Það var byggð þarna skóla, bókasöfn, sundlaug, aðstöðu fyrir íþróttafélagið Fram og svo framvegis. Og núna stendur til að hraða heldur uppbyggingu, þeirri uppbyggingu sem var áætluð og er áætluð í aðalskipulaginu og áður en yfir líkur ætti í þessum borgarhlut að vera 9.000 manns, rúmlega 9.000 manns og það er eins og borgarstjóri gat réttilega Það var álíka stórt hverfi og Árbærinn og ég þori varla að viðurkenna það hér í borgarstól en ég ætla samt að gera, ég man ekki alveg hvaða íþróttafélagar í Árbænum en það er ástæðan kannski svo að ég hef aldrei sjálfur verið í íþróttafélagi og hef ótrúlega lítinn áhuga á því. Það er bara þannig. Og ætla mér samt að hafa skoðanir á allskyns málum
Og mér fannst það svolítið sérkennilegt þegar að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon var að hvetja einhverja framara til að hafa áhrif á borgarstjóra. Það finnst mér sérkennileg forgangsröðun í pólitík. Ég efast að það sé góð stjórnsýsla. Það heitir þrýstuhópur, hagsmunagæsla, sérhagsmunagæslu og eitthvað slíkt, og það allavega alveg öruggt að aðalskipulagsvinna á ekki að vera mótuð undir slíku, eða endurskoðun aðalskipulagi og ekki vera mótuð undir slíkum þrýstingi. Það var talað hérna áðan, borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson talaði hérna áðan íbúafundi og hélt því fram að þessi meirihluti væri tregur til að halda íbúafundi. Ég mótmæli því harðlega og borgarfulltrúinn talar stundum morfís stíl annarra borgarfulltrúa. Sjálfur beitir hann einhvers konar stíl sem ég kann ekki alveg að skilgreina. Það er svona dylgjustíll, hálfsannleikur, eitthvað í þeim dúr. Og vegna þess að það er rangt að þessi meirihluti sé tregur að halda íbúafundi. Þau voru haldin 3 í síðustu viku, einn út af Blómavalsreit, og hann var haldin vegna þess að íbúar sem að mættu á slíkan fund í síðastliði vor voru óánægðir með þann fund, þannig að það var haldin upplýsing- og samráðsfundur núna þegar að deiliskipulag tímabilið eða auglýsingin var liðin til lok. Og svo myndist borgarfulltrúinn líka á 2 reiti eða 2 aðra staði í borginni. Það var út af Rétttrúnaðarkirkjunni og Borgartúninu. Og ég svo sem alveg sammála því að borgar yfirvöld og sérstaklega umhverfis- og skipulagsráð hefur verið eða eiga að vera ófeimin við að halda fundi. En þeir fundir þurfa að vera haldnir með ákveðinni ábyrgð, menn þurfa að hafa eitthvað að tala, einhverjar tillögur, og ef ég man rétt þá var það þannig í tilfelli Rétttrúnaðarkirkjunnar að þá var verið að ræða nýja hugsanlega lóð fyrir þá frægu kirkju, og þá var það þannig að forsvarsmenn Rétttrúnaðarkirkjunnar reyndust ekki hafa áhuga á því að byggja þar upp, þannig að fundur þá uppbyggingu hefði verið tómt mál að tala. Eins og borgarfulltrúinn veit ósku vel að því að hann var að mér skilst sjálfur í 2 ár formaður skipulagsnefndar, að þá er sem sagt ákveðið fyrirkomulag á deiliskipulagsvinnu sem að gerir ráð fyrir ákveðinni valddreifingu og ákveðinu lýðræðisfyrirkomulagi að íbúar að þeir hafa rétt til þess að gera athugasemdir við auglýst deiliskipulag. Og það eru haldnir fundir í byrjun þeirrar vinnu. Og síðan á þessu athugasemda tíma sem yfir 6 vikur, og þá geta þeir sendt inn skriflegar athugasemdir og síðan er sem sagt því svarað og umhverfis- og skipulagsráð fjallar þær athugasemdir. Og það er alveg rétt að það hefur verið ákveðin tregða, ekki síst hjá embættismönnum, að halda fundi eftir að búið að svara öllum athugasemdum, eftir að hennu formlega athugasemdaferli er lokið. Lögfræðingar sviðsins og fleiri hafa haft efasemdir það að það kynni góðri lukku að stýra. Og ég get sagt það sjálfur að ég er farin að hafa efasemdir þá reglu. Ég held að sé allt í lagi að halda íbúafund að loknu slíku fyrirkomulagi, og það var nákvæmlega það sem var gert út af Blómavalsreit og tókst bara mjög vel. Og það var reyndar líka úr þegar að tala fundi, það var líka haldinn fundur Kirkjusandsreit sem mikið stendur til. Báðir þessir fundir tókust mjög vel. Og þannig að ég held að þetta sé allt á réttri leið, og ég hugsa að það fundum fjölgi frekar en hitt, því að það stendur til að byggja á mörgum viðkvæmum stöðum. Og að lokum vildi ég sagt hafa að ég styð það að það verði haldinn íbúafundur vegna þess sem til stendur í Úlfarsárdalnum,
En ég sammála því að það rétt að gera það þegar að greining liggur fyrir á möguleikum uppbyggingarinnar og áfangaskipting og það þarf alls ekki vera langt þangað til og ég held að það verði betri fundur fyrir alla og meira upplýsandi að hafa þann háttinn á. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu, þó er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Mér ekki leitt að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson skildi gera mér upp skoðanir með það að ég var að hvetja til þess að þrýstihópar hefðu óeðlileg áhrif á skipulagsvinnu í borginni og eins og ég var að hvetja einhverja menn til að skipuleggja þrýstihópa. Því fer fjarri. Ég var einfaldlega að gera að umtalsefni. Það þau vilyrði sem borgin hefur gaf íþróttafélaginu fram á sínu tíma þegar það var óskað eftir því að félagið flytti sig í Úlfarsárdal og væri með öfluga þjónustu þar. Ég stend í þeirri trú, þó hún er sennilega barnaleg, að borgarfulltrúar eigi að standa við gefin fyrirheit alveg eins og þeir geta og skil íbúa í Úlfarsárdal og íþróttafélagið fram mjög vel þegar þessir aðilar halda því fram að það sé verið að borgin sé að ganga á bak orða sinna þegar að mönnum voru gefin fyrirheit bæði þeir ákvað að flytja starfsemi sína sem íþróttafélagi líka bara þegar menn keyptu þarna dýrustu lóðir í Reykjavík. Svo er gengið á bak þessara orða með því að skúfa hverfið niður í 8 eða 9.000 manns. Og ég var að vísa til þess að ég veit að við sem störfum á vettvangi borgarstjórnar, við búum svo vel að hafa innan okkar vébanda menn sem hafa starfað innan þessa ágæta íþróttafélags og þeir eiga því að þekkja vel þessa sögu og ég var að benda á það að það væri því heimatökin að kanna til dæmis hjá þeim hverju hafi verið lofað á sínu tíma og athuga þennan skilning íþróttafélagsins. Það á ekkert skylt við einhvern óeðlilegan pólitískan þrýsting eins og þessi ágæti borgarfulltrúi var að gera skóna. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að veita andsvar og þá er andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil aðeins blanda mér í þessa umræðu hér þá uppbyggingu sem að framundan er í Úlfarsárdalnum og þakka fyrir þessa umræðu. Ég held að sé mikilvægt að við förum vel yfir þetta og áttum okkur á því að þarna er stærsta fjárfestingaverkefni komandi ára undir, eins og fram hefur komið í umræðunni, þá hillir undir að þarna verði byggð upp aðstaða sem að kallar á fjárfestingu af stærðargráðunni í kringum 10 milljarðar og þarna mun íbúðum fjölga í samræmi við gildandi aðalskipulag 1400 fram til 2030 og þá hillir í að íbúatalan verði komin hátt á 10.000 manns. Það hefur verið talsvert fjölgun í dalnum á undanförnum árum. Árið 2010 voru íbúar þar 5.700, núna eru þeir 6.200 og gert er ráð fyrir fjölgunum ríflega 3.000 manns frá því sem að núna er. Þar má ætla og það skiptir máli ef menn er að velta fyrir sér nýliðun, ef svo má segja, inn í íþróttastarfsemina að fjöldi barna og ungmenna undir 18 ára gæti orðið 2.800 manns og það er litlu færra heldur en er á félagssvæði Fylkis og ÍR í nágrenninu en hins vegar þriðjungi fleira heldur en til dæmis á félagssvæðum bæði Leiknis og Víkings, svo að tekin séu einhver dæmi og svo er spurning með þá deiliskipulagsvinnu sem að framundan er hvort að þessi tala getur breyst eitthvað til hækkunar. Ég held að þessi nálgun að skoða fjölda íbúa 18 ára og yngri sé rétt í þessu samhengi. Það er fyrst og fremst þær tölur sem að menn horfa á þegar menn velta fyrir sér möguleikum íþróttafélaga til þess að þróast og stækka til framtíðar. Og ef við skoðum þáttakenda fjölda í borginni þá sjáum við að fram er
þar í ansi góðu málum þessa mundir. Það mjög mikil aukning í þáttakenda fjölda fram og svo aukning fyrst og fremst á nýja svæðinu í Úlfarsárdalnum. Og nærri geta að það séu svona 7 af hverjum 10 þáttakendum sem að koma úr því ágæta hverfi. Síðan geta með velti fyrir sér, það hárrétt, það var gerður samningu 2008 tilteknar forsendur. Stóra skýringin á því að þær forsendur standast ekki þetta bara efnahagshrunið og þeir miklu jarðskjálftar sem að því fylgdu og ég held að allir sem að skoða það af sanngirni hafa átt að sjá á því að það slíkur forsendubrestur að eðlilegt að menn þyrftu að stokka upp þau spil. Eftir stendur spurningin fram í þessu tilviki, þá á geta íþróttafélag með stækkunarmöguleika og vaxtarmöguleika í hinu nýja hverfi og ég held að það sé ótvírætt. Og þeir sem hafa fylgst með þessari uppbyggingu á undanförnum misserum og voru til dæmis á vellinum í sumar eins og ég var, ljúft og skylt að segja frá því að það hefur verið mín sérviska í mörg ár að vera framari og ég efast að ég fái betri hugmynd en þá á íþróttasviðinu á mínum efri árum. En það rétt að draga það fram hér að þetta í fyrsta sinn í rúmlega 107 ára sögu félagsins sem að það hefur eignast alvöru heimavöll fyrir knattspyrnu bæði karla og kvenna. Félagið var gestur á Melavellinum í áratugi og síðan á Laugardalsvellinum og allt önnur aðstæða sem að fylgir því að geta verið með sinn eigin heimavöll og nýtt þann stuðning sem að í hverfinu við þetta ágæta félag. Ég held að það sé mikilvægt og að því að við erum að ræða hér meðal annars íbúafundi og samráð við íbúana. Ég mætti á einn slíkan íbúafundi í Úlfarsárdalnum 16. apríl síðastliðinn þar sem að borgarstjóri fór vel yfir þau uppbyggingaráform sem eru framundan í dalnum. Og það var ein megin tilfinning sem að satt eftir þann fund og það var skiljanlega óþreyja íbúana með þær tafir sem að hefðu orðið á framkvæmdum í dalnum og má rekja sérstaklega til hrunsins og afleiðinga þess. Og því held ég að það sé mikilvægt að þessi áform sem að borgin hefur kynnt uppbyggingu að þau nái fram að ganga hratt og vel. Og það eru kannski svona þau skilaboð sem við höfum að taka með okkur inn í framtíðinni að við séum ekki að tefja þá uppbyggingu að óþörfu því að þarna eru mjög spennandi hlutir framundan sem að tengjast uppbyggingu í skólamálum, í menningamálum, í íþróttamálum og svo framvegis og munu gera þetta svæði mjög spennandi til uppbyggingar og ég vil taka undir það sem framkom meðal annars í máli Hjálmars Sveinssonar borgarfulltrúa að það forsendur sem að aðalskipulagið byggir á þéttari byggð, vistvænar samgöngur, sjálfbærni og styttri ferðatíma auðvitað hin eina rétta stefna í þessum málum, ekki síst ef við tökum mið af brýnustu almannahagsmunum, ekki bara hér á Íslandi heldur á jarðarkringlunni öllu sem að eru raunhæf og almennileg viðbrögð okkar við loftslagsvandanum sem kannski stærsta viðfangsefni samtímans víða veröld. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Kæri forseti og kæru borgarfulltrúar, mér langaði bara rétt, mjög óvænt að blanda mér inn í umræðuna. Mér fannst svona pínu gefið í skyn hér í umræðum borgarfulltrúa að við hefðum lítinn skilning á þeirri stöðu sem kannski íbúar í Úlfarsárdal búa við. Og mér finnst þetta vera oft samt líka mála rosalega svörtum augum. Því að ég til dæmis bara sjálf hef farið á íbúafundi og einst mér minnisstætt í kosningabaráttu vorið 2014 að við minn ágæti flokkur heimsótti hverfið heim og þar hittum við íbúa og vorum auðvitað bara óhrædd við það og áttum bara í ansi góðu svona það sem við myndum kalla á lélegri íslensku one-on-one spjall við þá svona kannski helstu íbúana sem voru
hvað helst ósáttir og hafa kannski mest látið í sér heyra og það er gott. Það þurfa alltaf nokkrir að vera þeir sem að draga baráttu og láta mikið í sér heyra. En þetta fólk, það var gott að tala við íbúana þarna og það endaði með þess að þannig að ég rölti heim með einum til að skoða húsið hans, þar sem hann meðal annars bara útskýrði að síðustu ár, svona maður á mínum aldri, að það hafði allur hans tími farið í það eftir langan vinnudag að fara upp í húsið sitt og hlúa því og byggja það. Þannig að ég svo sannarlega man á þeirri stundu að það bara, já, ég held að við skiljum virkilega svekkelsið sem að þau búa við að forsendun hafi brostið. En hér var líka að tala kannski fyrri umræðu sem var hérna á undan að við í gömlu meirihluta Bestaflokks og Samfylkingar höfum verið duglega að tala niður hverfi og svo framvegis sem er náttúrulega algjör vitleysa. Ég held að við stóðum okkur vel að vinna upp hverfi og halda með hverfum og þykja vænt hverfin. Mér finnst hér hafa verið talað mikið fortíðina og það er alveg skiljanlegt. Fortíðin er hluti af framtíðinni. En mér finnst einmitt þessi umræða og við erum oft búin að tala það frábæra hverfi sem Úlfarsárdalur er. Við erum oft búin að tala það og umræðan verður alltaf við á móti okkur eða öfugt, finnst mér dálítið mikið. Og ég er viss að einmitt það verður til þess að þá fyrst erum við að tala niður hverfi. Og þeir borgarbúar sem ekki búa í Úlfarsárdal og búa annars staðar og hafa kannski litið hýru auga til þess hverfis, ég held að einmitt að þarna eru við að tala hverfi niður með því að vera að stilla sig einhvern veginn svona upp. Ég vil aðeins fara inn á fram, það er bara búið að vera þungt mál og hefur dregist og það er örugglega bara við margt að sakast og það sem er leitt, mér finnst það aðalega leitt að því það auðvitað bitnar niður á börnum og ungmennum og ég svo sannlega tek undir orð borgarstjóra að ég vona að það leysist fyrst. En mér bara hvernig langaði að svo koma upp, þetta eru brostnar forsendur, við stefnum á 9.000 manna byggð. Ég er sjálf ekki viss að annað sé raunhæft bara á næstu árum, þannig stundum er ég bara hrifin af raunhæfum plönum og ég held að þetta sé raunhæft og það er betra að segja sannleikann heldur en til dæmis að halda fólki í einhverjum leik og frekar að vinna út frá því. Að lokum kannski bara verðum maður alltaf að minnast á það og það sögðu íbúarnir allir sem ég hitti og hef hitt að samt sem áður myndur alls ekki vilja fara. Þau eru komið með eitt skóla sem er framúrskarandi, frístundastarf sem er framúrskarandi, hafa unnið til fjölda verðlauna og svo ég nefni aftur náttúruna sem við verðum minnst á hér. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að það er svo sannlega skilningur hjá okkur, allavega hjá mér. Eva Einarsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, skal eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég vil bara að þakka fyrir að mörguliti gott að málatunlegt innlegg hjá Evu Einarsdóttir, dóttur borgarfulltrúa. Nú var þetta það sem við kannski svolítið beina til okkar í minnihlutanum, þá er ég algjörlega ósammála því og kannast ekki við að við séum að tala hverfið niður, síður en svo. Við sjáum, við telum þessi hverfi vera mjög góð, þannig að við sjáum í þeim aukna möguleika. Íbúarnir sjá líka í þeim aukna möguleika, íbúarnir óska sjálfur eftir því að þessi hverfi veri stækkuð og hvernig bara í ósköpunum er hægt að túlka þá stefnu þannig, stefnuna sem felst í því að stækka hverfi, það að með segja að tala hverfi niður. Tökum bara dæmi. Ef ykkur kemur hér upp og fari að tala fyrir stækkun Laugardalsvallar og sem einhver annar myndi halda fram að ekki raunhæf, væri þá að halda þið fram að sá sem talaði fyrir stækkun Laugardalsvallar var að tala völlin niður. Nei, hann sér meiri möguleika í vellinum og þess vegna vill hann stækka hann. Sama er með Úlfarsárdalinn og Grafarholt eða Úlfarsárdalinn. Þetta er frábært hverfi með mikla möguleika, mikil sóknarfæri. Þess vegna viljum við stækka hverfið og nýta það einmitt til að leyfa fleiri borgarbúum að njóta þess. Og það góða við er það að það er í samræmi við vilja íbúana og svo er þetta ástæða sem heldur ekki gleyma. Við erum að standa við samkomulag. Þessi forstubrestur sem menn töluðum, það var alltaf talað það að forstubresturinn færist í því að uppbyggingi myndi tefjast. Nú er allt komið á fúlsungi í þjóðfélaginu aftur og þá er komið mjög góður tími
til þess að standa við fyrirheit og loforð sem stjórnmálamenn held ég úr öllum flokkum hafi gefið okkur tímapunkti og leyfa hverfinu að vaxa og verða ennþá betra en það í dag. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur veitt andsvar við ræðu borgarfulltrúans og þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, borgarfulltrúar, opnir íbúafundir, samráðsfundir geta verið gríðarlega mikilvægir. Þeir geta breytt stefnu borgaryfirvalda og í öllu falli að þá heyrast raddir þeirra sem að vilja ná eyrum borgarfulltrúa, þá sérstaklega meira hlutans, og þá kalla eftir þeim breytingum eða staðfesta það sem að verður að fjalla um. Mér dettur í hug til dæmis að benda á þann fund sem haldinn var í Hagaskóla Hofsvallagötu. Ég veit ekki hvað borgarfulltrúar hér í dag voru á þeim fundi. Það var gríðarlega fjölmennur fundur og þar kom fram mjög einarð afstaða gegn því sem var að gera á Hofsvallagötu. Það var mikilvægur fundur. Það var ekki hægt að segja að það hefur verið mikill áhugi meðal borgarfulltrúa meiri hlutans þáverandi að halda slíkan fund, en hann var haldinn. Fundir sem haldnir voru vegna sameiningar skóla á síðasta kjörtímabili voru mjög mikilvægir. Þeir líka sýndu mjög einarða afstöðu borgarbúa, mikla gagnrýni og reiði vegna framgöngu þess meiri hluta í skólamálum. Þessir fundir skiptu mjög miklu máli og þeir auðvitað þess að þáverandi meiri hluti, fulltrúar hans, settust niður og sáu að það var ekki haldið áfram að þessari braut. Þess vegna ættu menn að taka slíku fundu fagnandi og auðvitað kom borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson alveg réttilega inn og það haldið maður fundur Blómavallastreitin. Og svona úr því að borgarfulltrúin nefnir hann sérstaklega, sem ég ætlaði nú ekkert að gera, að þá nú kannski rétt að það komið fram að það vegna þess að ég þrýsti á að slíkur fundur yrði haldinn. Og það verður ekkert alveg hlaupið að því. Síðan var það ákveðið, þó að þetta séu upplýsingar inn á ráðinu, að menn stæðu saman að slíku. Þau dæmi sem ég nefndi hérna bara á harða hlaupum í mínu stutta ansvari áðan voru dæmi frá Borgartúni, þar sem að stóð til, það er Borgartún 28, þar sem að stóð til að gera breytingar á deiliskipulagi og það er ljóst að við því var mikil andstaða. Meðal þeirra sem að þarna bjuggu á næsta leyti. Og hvað var það gert? Jú, það var fellt að halda, alveg svo verið að fella þessa tillögu í dag, það var fellt tillaga sem ég lagði fram fyrir hönd borgarfulltrúa eða fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði, en ákveðið að halda síðan annan fund Borgartúnið og svæðið eftir að allt saman var ákveðið, eins og það skipti einhverju máli. Eins og það kæmi þeim vel sem að voru að biðja fundin, auðvitað ekki. Og að því að borgarfulltrúin bendi á söguna með réttrúnaðarkirkjuna, þá er það nú svo að það hafi ekki komið nein niðurstaða það hvernig það máli yrði til lykta leitt. Rétt er það hjá borgarfulltrúanum að fulltrúar réttrúnaðarkirkjunar lögðu fram hugmyndir uppbyggingu á þeim reit sem var að bjóða þeim, sem að voru ekki í samræmi við hvorki deiliskipulag né þær hugmyndir sem að aðrir í ráðinu eða við í ráðinu höfðum uppbyggingu þar. Þetta var sem sagt á svona ákveðnu stigi án þess að á það yrði látið reyna til fulls hvort að það væri ekki bara allt í lagi að færa kirkjuna frá þeim stað þar sem hún á að vera núna eða hafði verið fundinn staður og út á horni á Seljavegi og Mýragötu. Nú þetta fór svona á þess að raunverulega máli verið til lykta leitt og því var jafnframt hafnað að hafa fundum þetta mál. Hins vegar að það í því tilfelli að þá var svo undirbúningsvinna sem að gerð var vegna tillögunar afskaplega góð og ég hef þakkað fyrir hana hérna í borgarstjórn þar sem að farið var vel ofan í það hvernig kirkjan gæti sómt sér á öðrum stað og ég get ekki annað sagt en að hún sómdi sér miklu betur, hefði sómt sér miklu betur
á þeim stað sem við lögðum til. En þetta bara svona hluti sem að ég minnist á hér, af því að umræðan fór á stað á fullt og borgarfulltrúum fór að minnast á þetta. Úlfarsárdalinn, ég held kannski þessi umræða hann sem minna tæmd. Ég held að þessi umræða sem mátt hér skipulagsmál, hún mun endurtaka sig margoft aftur. Hún alltaf að koma hérna til okkar. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson minntist hérna í ansvari á þéttingarreiti annars staðar á Norðurlöndum og það bara gott og vel og það mjög mikilvægt að læra af því sem að þar verið að gera. Ýmislegt gott og annað sem að telja verður mistök. Það ekki tími til þess, það ekki ástæða til þess, það ekki undirbúningur undir það. Hjá öðrum borgarfulltrúum þá mér og formanni umhverfis- og skipulagsráðs að fara að fjalla það í einhverjum nákvæmum hætti af því að það mun ekki skilja okkur. En það sjálfsagt að gera það ef það áhugi fyrir því til þess að fara svona í megin línur skipulags því það algjörlega ránt því sem ef mann halda það að lesa það í ormin að maður sé á móti því að nýta borgarland með sem besta hætti. Það auðvitað alls ekki þannig. En Reykjavík Reykjavík og Reykjavík á að byggja upp á sérkennum Reykjavíkur en ekki á sérkennum borga sem að mennur stundum að nefna í umræðinni. Sérkennum borga kannski eins og Kaupmannahafnar sem oft kemur upp og þéttingarreitir og þéttleiki Kaupmannahafnar. Sko, ég þegar búin að kveikja í formannum, það ágætt. Fundurinn ekki alveg búinn, borgarfulltrúar góðir. Þannig að við auðvitað að leita til okkar sögu og byggja Reykjavíkurborg upp á okkar sögu. Við að nýta það sem við höfum eins og best við getum en við ekki að fara að taka stimpla einhverja teikningar frá öðrum borgum eins og Berlín sem formaðurinn þekki vel eða Kaupmannahöfn eða öðrum borgum. Það sem að þær kannski flestar sameiginlegt. Þessar borgir sem eru svona þéttar í miðborgum Evrópu eru mjög skemmtilegar og við höfum öll gaman að heimsækja að borgir, bara ég nefni eitthvað, Basel, Vínarborg, Bologna, Trier, you name it sko, kannski Lucca. Svona borgir eru byggðar innan borgarmúra og borgarmúrarnir, þeir voru ákveðin endastöðar innan þeirra sem að fólk varða að finna sér húsnæði og það var ekki að byggja með öðrum hættin akkurat svona. Þannig það er ákveðin saga. En við höfum aldrei átt neina borgarmúra, við höfum aldrei átt ástæðu til þess að reyna að hóla okkur niður innan slíks svæðis sem betur fer. En það þýðir ekki það að við höfum auðvitað að þétta byggð eða nýta landið betur eins og frekasti kostur. Það er auðvitað hagkvæmt og borgarbúar eru auðvitað rétt á því að við förum vel með það sem okkur trúa fyrir. Ég ætla ekki að hafa mikið fleiri orð þetta. Ég styð það að þessa tillögu sem lögðu fram í borgarráð, hún kemur ekki til atkvæða hér. En ég hins vegar verið að segja það að mér það mikil vonbrigði að þessi meirihluti skuli ekki sjá sóma sinn í því að samþykkja það að funda með fólkinu. Ef að borgarstjóra hefði liðið betur með það að hitta þau í fyrstu vikunum næsta mánuði, það svo mikið vera nýtt mál. En það akkúrat á þessu stigi sem svo mikilvægt að heyra í fólki hvað þið finnst. Og ég vil benda ykkur á að aðalskipulagið, og rétt að sagði borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson frá því að það var lengi í vinnslu. Og þegar ég var með á frumstigum þess, þá var farið í alla borgarhluta, þá voru haldnir ómældir fundir skipulag sem ekki hafði verið sett á blað. Það var bara verið að leita eftir hugmyndum og hjá borgarbúum án þess að segja við að við ætlum að byggja svona eða hinsegin. Síðan var sest niður. Og það svo mikilvægt að einmitt núna, áður en við mætum með einhverju uppdrætti og segjum fólki verður sem að gera þetta svona og eftir það eiginlega svona tregða, það bara sagan segir okkur það, tregða til að breyta því og gera einhverja nýja uppdrætti eftir að búið að funda með fólki, það er svona reynt að hagræða svolítið og finna einhverja leiðir í stað þess náttúrulega að setjast niður. Ég vona menn sé ekki að óttast að það verði einhverju læti, einhver svona mótmæli eða eitthvað slíkt, ég held að það sé alls ekki þannig. Ég held að borgarbúar Úlfarsárdals myndu taka því fagnandi, myndu mæta til slíks fundar með góðar hugmyndir, leggja þær fram af góðum vilja og ræða við bæði embættismenn og borgarfulltrúa sem mæta slíka fundi fyrir hönd borgarinnar. Þannig ég bara skil ekki þessi læti og þennan hamagang og náttúrulega bara þessi hamagangur í forseta borgarstjórnar finnst mér bara alveg út í hött sko. Mér finnst sú stefna sem að tekin hefur verið upp að þessu leyti algjörlega út í hött og ekki neinu samræmi við þá sögu sem að við eigum hér í borgarstjórn þar sem að auðvitað tillögur gátu komið upp ef að svo bara undir
ef þær var í eðlilegu samhengi við það mál sem að verið var að ræða á hverjum tíma. En það bara svona, við setjum uppi með þetta og þið setjum uppi með ykkar niðurstöðu í þessu. Ég segi bara fyrir ykkar hönd því miður og ég segi aftur, ég skil ekki ykkar afstöðu. Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði bara að árétta það sem kom fram í mínu máli og líka í borgarstjóra að það mikill vilji til þess að halda íbúafund og gera það mjög fljótt. Þannig að það alveg óþarft og einhvern veginn ómögulegt að láta í veðri vaka að það sé ekki meiningin að halda íbúafund. Ég minni líka á það að það eru 5,5 mánuður sem það var haldinn þarna síðast íbúafundur. Þannig að það ekki rétt sem mátti skilja á máli borgarfulltrúans að það væru aldrei haldnir íbúafundir þarna og það var aldrei hlustað einn eða einn. Það var haldinn heilmikill fundur þarna í miðjan apríl. Og í þriðja lagi ætlaði ég að minnast að bara því við erum komin í skemmtileg umræðum borgarmál sem að ég og borgarfulltrúan Júlíus Vífill Ingvarsson skipulag borg hefur mikinn áhuga á þó sem ekki alveg sammála alla hluti. Ég er feginn að heyra það að hann reynist ekki vera á móti í þéttingu byggðar sem ég bjóst svo sem ekki við þó stundum megi skilja orð hans hér í borgarstjórnarsal á þann veg, en þá veit ég að svo ekki. En talað sérkenni Reykjavíkur, já, við hvað eigum við að miða? Reykjavík frá 1910 til 1960 var mjög þétt borg, stóran hluti af 20. öldinni. Hún var, þegar hún var öll innan hringbrautar og það var mörguldi svolítið blómatími í Reykjavíkur, þá voru hún álíka þétt og þær borgir sem að borgarfulltrúum verða að minnast á áðan. Það er rauningi fyrir síðustu 3 til 4 áratugi og hún verður svona dreifð bílaborg. Þannig að það er bara alls ekki hægt að halda því fram að það sé eitthvað sérstakt sérkenni Reykjavíkur þó hann hafi þróast með þessum hætti síðastliðin ár. Allavega ef við erum að tala sérkenni Reykjavíkur í sögulegu tilliti, þá hefur hún verið alls konar. Og þannig að mér finnst bara mikilvægt að halda þeirri sögulegu staðreynd aðeins á lofti. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson andsvari. Já, þakka borgarfulltrúanum fyrir að koma hér upp og aðeins svona fara yfir þetta. Alveg réttu þetta, bara Reykjavíkurborg hefur þróast með ýmsum hætti, hefur átt sína góðu stundur og síðan aðrar sem að kannski að við erum fyrir eitthvað fegin að náðu allavega hugmyndir þess tíma náðu ekki alveg fram að ganga og það er gott og vel. Aðeins að leiðrétta borgarfulltrúan bara, hann virtist hafa skilið mig þannig að eða talið mig hafa haldið fram að ekki verið haldnir fundir og að ekki sýtti mark á fólki, hann orðaði mig einhvern veginn með þeim hætti. Hvort er rétt ágæti borgarfulltrúi. Ég hef hvorki haldið því fram að engin fundur hafi haldnir, nýja hef ég haldið fram að ekki sé tekið tillit til þeirra. Ég hins vegar algjörlega þeirra skoðunar að það sé bara tilefni akkurat núna og kannski ekki síst vegna þess að við sjáum það að þeir sem í Úlfarsárdalnum búa, þeir eru þegar farin að velta fyrir sig hvað kemur út úr þessu og þá er rétt að þau fá bara svör við því sem allra fyrst. Og þá er það kannski það sem að skilur nú okkur formanninn aðeins að mér finnst mikilvægt þegar við erum að byggja inn í byggðum hverfum og það verður nú eiginlega að teljast að við sem að byggja inn í byggðum hverfi þegar við erum að auka við byggingu í Úlfarsárdalnum. Það er að taka tillit til þeirra, virða rétt þeirra sem að þegar búa á svæðinu. Og við skulum vera minnu þess að þeir sem að búa bæði þarna og annars staðar þar sem að við erum að þétta byggð sums staðar í bænum sem að borgarbúar hafa verið að sundum kvart yfir og bent á að þeir hafi sínu rétt. Þetta eru oft á tíðum og oftast, þetta eru oft á tíðum aðlega þeirra sem að þarna búa. Þeir eiga alla sína peninga, alla sín sparnað í sínu heimili og við verðum auðvitað að virða það og stundum greinir okkur formannum á það hversu langt á að ganga í þeim efnum. Og það er kannski það sem að einmitt er eitt af áhyggjuefni þeirra sem búi í Úlfarsárdalnum
Það auðvitað þeirra verðmæti, þeirra hagur sem að þarna undir og þeim auðvitað alls ekki sama með hvað hætti við nálgumst það. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að veita svara andsvari og þá er andsvörum lokið og Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi er næsta mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, þetta eru búið að vera áhugaverðar umræður hérna síðustu klukkutímana Úlfarsárdalinn sem að við hófum hér fyrir ykkur nokkrum klukkutímum síðan. Aðeins til þess að rekja forsöguna að á fundinum 15. október var í rauninni tekin lögð fram tillaga okkar framsóknar flugvallarvina frá því 20. ágúst og umsögn við henni og lagt til að deiliskipulag Úlfarsárdals yrði endurskoðað í samræmi við forsendur aðalskipulags, þannig að sú tillaga var samþykkt af öllum flokkum og er það flott og ég held í rauninni að það sem að skiptir meginmáli hérna er það að við erum komin að þeim tímapunkti að það er verið að fara að endurskoða deiliskipulagið eða skipulagið þarna á svæðinu svo hægt sé að flýta fyrir byggðinni til þess að hægt verði að nota þær fjárfestingar sem borgin er að ráðast í núna næstu árin, það er að segja skólann, sundlaugin, íþróttamannvirki og svo framvegis. Það er það sem skiptir máli. Það er það sem skiptir máli núna næstu árin að það sé klárað að byggja þetta hverfi til þess að þessi fjárfesting sem borgin er að ráðast í nýtist. Þannig að þarna séu íbúar sem geta nýtt þetta, en það sem gerist kannski einhvern tímann í framtíðin að hverfi verður stækkað enn meira, að það er held ég ekkert á dagskrá núna. Við getum náttúrulega talað um það endalaust en ég sé ekki neitt tilgang í því. Það sem skiptir meginmáli núna er það að við klárum að byggja hverfið þannig að innviðirnir og þessar fjárfestingar sem borgin er að ráðast í fram til ársins 2020 og 2022 nýtist. Það er það sem skiptir máli. Og það sem skiptir máli er það að þetta sé unnið í samráði við íbúana. Þeir kaupa þarna miðað við ákveðnar forsendur og það hefur auðvitað oft komið fram og við vitum öll að það sem íbúarnir hræðast er það að það verða sett fjölbýlishús á þeim stöðum sem í dag er gert ráð fyrir einbýlishúsum eða parhúsum, þannig að það sé verið að þétta á þeim svæðum sem að búið er að skipuleggja. Ég held að það liggi alveg ljóst fyrir að svo er ekki. Það er í rauninni ekki tilgangurinn með þessu að það sé verið að fara að þétta þarna á þeim lóðum sem enn eru óseldar. Þannig hef ég aldrei skilið þetta. Þó svo að það yrði kannski einhverju möguleikar að það væru 2 íbúðir í einhverju húsi sem væri 1, en það væri ekki verið að fara að setja þarna einhverja stærri byggingar heldur en eru nú til staðar. Heldur er verið að fara að auka byggðina þarna til hliðar og fyrir ofan. Því það er í rauninni í samræmi við aðalskipulagið eins og það er til ársins 2030, eins og þá að fara að vinna skipulagið núna. Auðvitað eru þau gögn sem voru lögð fram á fundi 15. október að þau eru auðvitað ekkert að segja neitt mikið meira heldur en það sem stendur í aðalskipulaginu. Þetta er svolítið bara samtíningur á því sem að liggur ljóst fyrir á bara að gerast hraðar heldur en til ársins 2030. Þannig auðvitað verður að halda íbúafund, en ég er ekki viss að það sé endilega rétti tímapunkturinn akkurat núna. En það verður það kannski eftir 3 eða 4 vikur, þegar við vitum í rauninni hvað við erum að fara að gera. Þannig að mér finnst svolítið umræða núna undanfarið, klukkutíma eða 2, vera búin að snúast eitthvað sem við erum kannski ekki komin alveg að þessu tímapunkti. Ég er fylgjandi íbúafundum. Ég vil helst hafa sem mest samráð. En við vitum hvað fólk er hrætt. Það er hrætt við það að það sé verið að fara setja fjölbýlishús inn í mitt hverfi þar sem er ekki gert ráð fyrir slíkum húsum. Og ég held að við vitum það öll að það er ekki ætlunin með þessu deiliskipulagi.
Þannig ég held að þær áhyggjur séu óþarfar, en það þarf að vinna þetta í samráði auðvitað við fólk. Ég held að sé hagur allra, íbúanna, borgarinnar og allra, að það sé drifið í því að byggja þarna. Það sem að ég ítreka það sem ég sagði áðan það sem að íbúasamtökin hafa meðal annars bent á, að þetta svæði sem að fyrir ofan Mýmisbrunnin, sem að held að það svæði sem átti að vera síðast á skipulagi samkvæmt aðalskipulaginu, að það verði skoðað hvort að það sé hentugra að fara núna í það að skipuleggja það og reyna að koma því svæði í byggð. Hvort að það væri kjörið svæði til þess að skoða, til dæmis fyrir minni íbúðir, lóðir þá í boði fyrir félög sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða. Við þekkjum auðvitað öll umræðuna, þetta þarf að vera fjölbreytt byggð og svo framvegis. En þetta búið að vera ágætt umræða og ég held í rauninni að við þurfum bara að skoða alla möguleika, hvernig hægt að gera þetta sem best fyrir íbúana sem fyrir eru og þá íbúa sem eiga eftir að flytja í hverfið. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og Björn Blöndal borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér langar bara að taka undir margt sem kom fram hér í máli borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur og sérstaklega það að umræðan hér síðasta 1,5 tíman eða klukkutíma allavega, hún hefur náttúrulega lent eiginlega út á tún. Þar að segja þessi tillaga íbúafundin núna, hún er í raun og veru algjörlega tilgangslaus eins og bent hefur verið á. Íbúafundur verður haldinn leið og gögn liggja fyrir sem að eitthvað markatakandi á og ég held að sé ágætt. Ég meina sjálfstæðismenn fá sína fyrirsögn í mokkanum að meirihlutinn hafi neitað samráði við íbúa og svo verður það ekkert mikið meira en það. Og svo höldum við þennan íbúafund þegar að það tímabært og þessi umræða hér og sá tími sem í hana hefur farið verður öllum gleymdur. Takk fyrir. Björn Blöndal borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Þá andsvörum lokið og umræðum þennan lið á dagskránni sem að hér og borgarfulltrúar boða hér bókanir. Og við göngum til 4. liðar útsendri dagskrá sem